hreinleiki hjartans og hvernig öðlustu kraft heilags anda. Hvernig öðlustu kraft heilags anda svo hann getur starfað í okkar lífi og í gegnum okkur. Og áður en við hefjum fundin formulega þá komin hérna einn vitnisburður hjá okkar góða vini og bróður, honum Ronald, sem búsettur í Bandaríkjunum og hann ætlar að segja okkur frá lækningavitnisburði. Ég ætla að unmjúta þig og þú bara ræður hvort þú segir, hann talar íslensku og þú bara, en þú ræður hvort þú segir frá á ensku eða íslensku, gjörðu svo vel, Ronald. Okay, Sister Bean. Og kære bræður, mine og søstre. Jeg vil dele med ykkur hver som innlegger forklaret jeg for ykkur i livet mine. Það sem við skiptis med máli og lífsanleg. Það margar áskoranir í þessu lífi og þið takist á þeim með góðu hjarta og góðvild. Bænum ykkur fyrir Jesu minni hefur verið svarað. Amen. Og læknirinn minn hefur sagt mér að ég sé alls ekki með krabbamein. Amen. Ég þakklát Guði fyrir ykkur. Amen. Amen. Ég var að klappa fyrir Ronald. Amen. Takk fyrir þetta og Guð blessi. Guð blessi. Ronald hafi verið greindur með svona pre-cancer eða forkrabbamein og síðan kom hann til mín og sagði mér frá þessu. Við báðum þetta fyrir honum á þessu fundi og svo fór hann aftur í rannsóknir og þá fekk hann staðfestingu frá lækninum að það fyndist ekkert forkrabbamein og hann væri algjörlega læknaður. Og þetta bara stórkostlegt, til hamingju með þetta og bara Guð blessi þig, alla þína fjölskyldu. Þú ert yndisleg manneskja og ég veit bara að Guð vill blessa þig svo ríkulega og þetta bara heilagur andi að starfa. Hann læknir, hann læknar og hann gerir kraftaverk og tákn og undur og lækningar og hann gerir það daglega og við hérna í þessum hópi höfum verið að leggja svo mikla áherslu á þetta. Predikum þetta, lesum þetta, trúum þessu, tala þetta út og ég veit að Guð að fara að gera stórkostlega lækningar á nýju ári og við erum að fara að sjá þetta hverju einustu viku, jafnvel hverjum einasta degi. Þannig að þetta rétt að byrja. Amen, takk fyrir þetta. Þetta rosalega uppbyrjandi að heyra þetta. Amen. Við ætlum þá að halda áfram með fundinu og ég ætla bara að biðja fyrir fundinum. Já, drátti ég bara að biðja fyrir þessum fundi og ég þakka þér fyrir að þú ert að fara að vinna kraftaverk, lækningar, tákn og undur. Ég þakka þér fyrir heilagur andi að þú heiðrar okkur með þinni nærveru og þínum krafti og eitthvað stórkostlegt að fara að gerast í hjarta og lífi hvers og eins hér í kvöld og allra þeirra sem beðið verið fyrir í lok stundarinnar. Amen. 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 Og við ætlum að kafa honni leyndardóminn hjartað okkar, hreinleika hjartans og hvað Guð kennir okkur það hvernig við getum unnið með honum í að öðlast hreint hjarta. Þannig að við getum líka orðið farvegur fyrir kraft heilags anda og fyrir heilagan anda til að starfa í okkar lífi og í gegnum okkur. Og Biblían segir í Orðskviðum 4:23, varðveittu hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettur lífsins. Og það sem þetta þýðir, þetta er svo djúpt, þetta vers, og það er svo mikil viska í þessu versi, þannig að Guð einfaldlega kenna okkur allt okkar líf sprettur út úr hjartan okkar. Heilsan okkar, líðanin okkar, tækifærin okkar, vinnan okkar, fjölskyldan okkar, líkaminn okkar, allt þetta kemur úr hjartan okkar. Og þess vegna er Guð að kenna okkur við þurfum að varðveita hjarta okkar. Og við förum meðal annars í það hvernig það er gert. Og ef að þessi uppspretta lífsins, hjartað okkar er mengað af vantrú, kvíða, áhyggjum, þá getur lífið orðið þreytt og erfitt. Þá getur lífið orðið þannig að við séum að upplifa að það er bara hvert maður er nýbúin að lesa eitt vandamál og búm, næsta tekið við. Eða eins og lífið sé endalaust brekka þar sem maður er að klífa og maður heldur að maður sé loksins að komast fyrir síðasta toppi eða komast upp á toppin og þá kemur bara nýtt fjall.
Og ef við erum að upplifa svona hluti í lífi okkar þá þurfum við að skoða hjarta okkar og hvað er í hjartan okkar. En þegar að hjarta okkar er hreint og tært, fullt af orði Guðs, að þá eignumst við hreint og tært og heilbrigt og fallegt og árangursríkt og ávaxtaríkt líf. Þannig megum við ímynda okkur, ef við ímyndum okkur að hjarta sé svona eins og vatnsból og ef að það er mikill skítur og rusl að safnast fyrir í vatnsbólinu, þá verður vatnið sem kemur út úr krananum óhreint og mengað og gruggugt. En það að hreinsa hjarta sitt með Guði snýst ekki að við séum fullkomin eða við séum að reyna að gera allt rétt eða reyna að vera fullkomin í eigin mætti, heldur snýst þetta að hleypa heilugum anda að, gefa honum rými og vinna með honum í að losa út allt það úr hjartan okkar sem er ekki frá Guði. Við viljum hvort ekki hafa að því að Guð er ljósið, ef það er ekki frá Guði þá er það myrkur. Hvort sem það er kvíði, ótti, vantrú, lastmælgi, niðurrif, ásakanir og svo framvegis. Og kjarninn í kristninni er tvíþættur. Það er annars vegar fyrsta og mikilvægasta skrefið sem er tilgangur okkar sem manneskjur hér á jörðinni, það er að taka á móti Jesú og endurfæðast. Það er númer 1, 2 og 3 og alveg bara upp í 1000. Það er ekkert sem við gerum í þessu lífi hér á jörðinni sem er jafn mikilvægt eða mikilvægara heldur en það að endurfæðast. Af því að það er ástæðan fyrir því að við erum hér. Og það er megin áætlun og plan Guðs er að allar sálir frelsist. Við erum sál og andi, við erum ekki líkami. Og þegar við játum með munnunum og veljum að trúa í hjartana að Jesús sé Guð, þá kemur andi Guðs yfir okkur og inn í okkur, inn í andan okkar og endurfæðir andan okkar og við fáum nýjan anda fæddan af Guði og eingöngu þannig verðum við Guðs börn og þannig fáum við inngöngu inn í himnaríki Guðs. Og Guð er að horfa á eilíðina og hann þráir að fá alla sálir inn í sitt ríki, í eilíðinu með sér. Og að við getum lifað lífinu hér með tilhlökkun í hjarta þegar sá dagur rennur upp á okkar tíma hér á jörðinu lokið og við förum inn í himnaríki með Jesú. Það er stórkostlegasti staður sem til er. Það er engin staður betri heldur en himnaríki Guðs. Það er ekkert myrkur, engin þjáning, engin áföll. Það er bara eilífur friður, eilífur kærleikur, eilíf fegurð og stórkostlegir hlutir og stórkostlegt líf. Þannig að það er fyrsta skrefið. Og við munum stíga þetta skref í lokin fyrir þá sem að kunna vera hér og hafa ekki stígið þetta skref ennþá eða fyrir þá sem að horfa síðar og vilja stígið þetta skref að endurfæðast. Þá munum við fara með þá bæn í lok fundarins þannig að þið getið farið með hana með okkur. Og síðan er seinna skrefið þegar við erum búin að stígið þetta skref, við erum komið nýjan anda, við erum endurfædd, það er að vinna með Guði í að líkjast Kristi meir og meir. Við vinnum með Guði í að verða eins og Jesús er. Og það gerum við með að hreinsa hjarta okkar. Og það gerum við með Guði. Amen. Og þegar við erum búin að stíga þetta skrifa endurfæðast, þá erum við með heilagan anda frá Guði, fæddan af Guði innra með okkur. Það er að segja að það er eins og partur af Guði lifi innra með okkur. Sem er hans andi. Og við verðum hans barn. Og í þessum anda er engin synd, ekkert myrkur, ekkert illt. Og hann er innsiglaður, sem þýðir að engin synd, ekkert myrkur, ekkert illt getur einu sinni komist inn í hennan anda. Það er ekki hægt. Hann er algjörlega fullkominn og tær og hreinn og stórkostlegur. Og ávextir andans eins og friður, frelsi, réttlæti, lækning, sannleikur, trúvon, kærleikur býr innra með okkur. Við höfum aðgang að þessu öllu innan með okkur. Og þá getum við spurt, þýðir það þá að ef við endurfæðumst og tökum á móti Jesú, að þá bara verðum við sjálfkrafa fullkomin eins og hann, fáum aldrei neikvæðar hugsanir, gerum ekki rangt, syndgum aldrei. Það er ekki alveg svo einfalt, því miður. Af því að við erum ekki bara andi, heldur erum við líka sál og við erum með líkama og við erum með hold. Og við erum með tvílynt og flekka hjarta sem getur verið fullt af alls konar óþverra eða myrkri eða skurðgoðum
eða hjá Guð. Og í Biblíunni talaði tvílynt hjarta og svikult hjarta og í Jakobsbréfinu 4:8 segir gerið hjörtun flekklaus þið tvílyndu. Og svo segir í Sálmunum 80. og 7. sálmi gef mér heilt hjarta að ég tigni nafn þitt. Og svo segir líka í Matteusar Guðspjalli 7. kafla 24. versi þér getið ekki þjónað Guði og mammon. Og mammon nafn yfir Guð peningana og sem svona hjá Guð. Og þarna verið að vísa í, það ekki bara verið að vísa í þann hjá Guð heldur alls konar hjá Guð sem við sköpum okkur og við höfum talað mikið þetta í lesturum hjáguðadýrkun og skurðguðadýrkun. Og Jesús sagði í Matteusar Guðspjalli 5. kafla sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu Guð sjá. Þegar við erum með hreint hjarta þá sjáum við Guð fyrir það sem hann raunverulega stórkostlegan, yfirnáttúrulegan, kraftaverka Guð. Þannig að eftir að við endurfæðumst þá næsta skref að vinna með Guði í að hreinsa okkar innri mann. Það innri maður og svo ytri maður. Og í því felst að hreinsa hjarta og færa sálin okkar smátt og smátt meira og meira undir andan okkar en ekki holdið. Og það kemur fram í Biblíunni þegar Guð horfir okkur, þá horfir hann á hjarta okkar. Hann horfir ekki á útlitið, hann horfir ekki á afrekin okkar, hann horfir ekki á hversu góða manneskjur við höfum verið, hann horfir ekki á hvað við höfum mörg börn eða mikla peninga, hann horfir á hjarta okkar innri mann. Og þegar ég var að glíma við mín veikindi, bæði átröskun og fíknisjúkdóm og króníska verki og kvíða og brotna sjálfsmynd, þá leit ég alveg fínt út á yfirborðinu. Ég leit bara frekar vel út á yfirborðinu, ég var í námi, vann, ég mætti í matarboð, ég brosti þegar það var viðeigandi að brosa, ég gat verið kurteis þegar ég lagði mig mikið fram. Þú veist, minn ytri maður leit bara mjög vel út. En í mínum innra manni kraumaði sjúkleiki, veikindi, hatur, höfnun, niðurrif, lastmælgi, kvíði, ótti, fíkn og örvænting og margt fleira. Og hjarta mitt var svona kolbikasvart eins og harður kólamóli í órafjarlægð frá Guði. Ég var með stjórnlausar hugsanir sem voru eins og biluð þvottavél á yfirsnúningi og héldi fyrir mig vöku á nóttinni og minn innri maður var dauður og á valdi myrkursins. Og þegar Jesús Kristur mæti mig síðan í hugleiðslu þegar ég að leita lækningu og ég endurfæddist og ég lifnaði við, að þá fekk ég þennan nýja anda sem heilbrigður og fullkominn. En hjarta mitt var enn að stórum hluta svart. Það voru ennþá þessar óheilbrigðu neikvæðu hugsanir, brotin sjálfsmynd, veikindi og vanlíðan. En það sem gerist þegar ég þekki Jesús og hann fór að sýna mér af hverju ég hefði verið svona veik og hann fór að leiða mig skref fyrir skref í gegnum það sem ég þurfti að gera til þess að læknast. Og nokkrum mánuðum seinna þá læknaðist ég af öllum þessum krónísku neikvæðu einkennum. Og ég þurfti að umbreyta hugarfarinu mínu. Ég þurfti að losa út alls konar óheilbrigða vantrú út úr hjartanu mínu og ég þurfti að fyrirgefa fortíðinni. Það var algjört lykilatriði. Ég þurfti að vinna því að elska sjálfa mig en ekki hata sjálfa mig eða beita sjálfa mig ofbeldi með niðurrifi og sjálfsásökunum. Það fylgja mér. Já. Og alltaf þegar ég spurði Guð, af hverju ég að fá þessar hugsanir, Guð? Af hverju koma þessar myrku hugsanir? Af hverju þetta vandamál til staðar í lífinu mínu? Ég var alltaf að leita til hans og það kom alltaf sama svarið, líttu í hjartað, dóttir. Skoðaðu hjartað. Hann ætlaði ekki að fara að gefa mér þetta bara á silfu fati. Hann vildi að ég væri að vinna með honum í að rannsaka mitt eigi hjarta svo ég geti séð hvað það var. Og þegar ég fór í hugleiðslu og bæn og skoða þetta, hann opinberaði fyrir mig hvað það var. Og ég ennþá að vinna þessa vinnu með Guð í dag. 7 árum seinna.
Já. Það er tæp 7 ár síðan ég frelsaðist. Og og ég er alltaf að færast nær og nær Guði og ég er alltaf að þekkja hann betur og betur og hans kraftur er alltaf að starfa meira og á magnaðri máta í mínu lífi. Og Guð opinberaði fyrir mér það var svo mikil vantrú í hjartanu mínu og ég þekkti ekki Guð raunverulega. Og ég ætla að taka nokkuð dæmi vantrú sem að ég sá þegar ég var að vinna með Guði. Ég trúi því að Guð væri ekki almáttur, ég trúi því ekki að Guð hefði vald yfir öllu, ég trúi því að myrkrið væri sterkara en ljósið, ég trúi því að Guð hefði ekki vald yfir öllu, ég trúi því að ég væri einskis virði, ég trúi því að aðrir væri betri en ég trúi því að ég væri veik, að Guð væri veikur, spáði því. Og ég trúi því að ég væri óheilbrigð og að ég væri dæmd, þannig að það var bara fullt af alls konar vantrú og myrkri sem að kom upp úr hjartanu mínu þegar ég fór að vinna þessa vinnu með Guði. Og þegar ég gerði það, þá hvarf þetta myrkur út í hjartanu mínu fyrir fullt og allt. Og ekki bara ég og mín heilsa, heldur líka mínar ytri aðstæður, kringumstæður fór að breytast til hins betra. Varðveittu hjarta þitt framar öllu öðru því þar eru uppsprettur lífsins. Það er þess vegna sem við þurfum að varðveita hjarta okkar. Og ef það er eitthvað í lífinu okkar, þá er rótina að finna í hjartan okkar. Og það góða við það er að við höfum val og vald og við höfum almáttugan Guð sem er alltaf til staðar. Ef að þú leitar hans, hann er aldrei að fara að segja, heyrðu, ég er aðeins á upptökin, ég hef ekki tíma núna. Ef að þú leitar hans í einlægni, hann mun alltaf segja já, setjast niður með þér og vinna þetta með þér þá og þegar. Það er ekki biðlisti að komast að hjá hann. Hann er með opinn faðminn fyrir okkur öll, hvenær sem er, hvar sem er. Með skilyrðislausa ást og skilyrðislausan kærleika, þar sem að Guð elskar þig nákvæmlega eins og þú ert núna. Sama hver þú ert, hvað þú hefur gert, hvernig fortíðin er, það skiptir ekki máli. Þú ert velkominn í hans faðm og inn í hans ríki. Og hann þráir að fá þig, hann vill þig svo mikið af því að hann elskar þig svo mikið. Og þá spyrjum við okkur, en hvað er það sem að saurgar hjarta okkar? Ef við eigum að varðveita hjarta okkar, þá viljum við náttúrulega ekki gera eitthvað sem að saurgar hjartað og Biblían kennir okkur það, meðal annars í 7. kafla í Markúsarguðspjalli. Þar er Jesús með mjög öfluga kennslu það sem að saurgar hjartað eða mengar hjartað eða óhreingar hjarta og skaðar okkur. Stundum höldum við að óhreinleiki sé bara einhverja risastóra syndir, einhver hræðileg voðaverk eða eitthvað hættulegt í umhverfinu okkar, að tiltekinn matur saurgi okkur, að við þurfum að hreinsa okkur með að fara í einhver alls konar djúskúra eða borða hreint mataræði eða fara, 10 sinnum í heitan pott og síðan í gufu og síðan í kaldan pott. En Jesús kennir okkur að það sem raunverulega saurgar okkur er það sem að kemur innan úr hjartan okkar. Í 7. kafla í Markúsarguðspjalli segir 14. vers: Aftur kallaði Jesús til sín mannfjöldan og sagði: Heyrið mig öll og skiljið. Ekkert er það utan mannsins er saurgjan þótt inn í hann fari. Hitt saurgar manninn sem út af honum fer. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. Þegar Jesús var komin inn frá fólkinu spurði lærisveinar hann líkinguna og hann sagði við þá: Eru þið enn svo skilningslausir? Skiljið þið ekki að ekkert sem fer inn í manninn utanfrá getur saurgað hann? Því að ekki fer það í hjarta hans, heldur í maga og síðan út í safnþrána og þannig lýst hann alla fæðu hreina. Svo segir hann í 20. versi: Það sem fer út frá manninum, það saurgar manninn, því að innan frá úr hjarta mannsins koma hinar illu hugsanir, saurlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki og heimska. Allt þetta illa kemur innan frá og saurgar manninn.
Þannig að ef að maður var að labba einhvers staðar úti og maður myndi detta og í drullupoll og maður væri bara allur skítur og óhreinn, þá myndi maður fara heim til sín í baða, sturtu og þrífa fötin sín, ekki satt? En það eru allt og margir þarna úti sem að leyfa alls konar óheyrilegum skít og óþverra að safnast upp í hjartanu sínu, í huga sér. Hugsanir eins og niðurrif, ásakanir, fordæming, jafnvel sjálfsvígshugsanir, lostahugsanir, kvart, kvein, hatur, jafnvel hugsanir að meiða eitthvað. Og finnst það bara eðlilegt, gera sér enga grein fyrir því hversu skaðlegar þessar hugsanir eru fyrir viðkomandi einstakling. Og þannig var ég. Ég hafði ekki hugmynd að mínar hugsanir væru svona mikilvægar og hefðu svona mikil áhrif á líðan mína og heilsu fyrir en eftir að ég fer að nota bænina í mikilli örvæntingu. Og þá það var svona fyrsti vísir að því ég fór að snúa hjarta mínu til Guðs þegar ég fór að nota bænina og fara á hnén og þá fór loksins einhverju góðu hlutir að gerast í lífi mínu. En ég hafði verið mjög vantrúið fram að því. Þannig að Jesús kennir okkur ekki leyfa svona hugsunum að fylla hug ykkar, að taka vald yfir hug ykkar. Ekki leyfa það. Heldur hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist og endur nýja hugafarið. Og það þýðir að við breytum því. Það þýðir að við skiptum út neikvæðu hugafari fyrir jákvætt hugafar, óheilbrigðum hugsunum fyrir heilbrigðar hugsanir. Við hættum að hugsa myrkur, við hættum að tala myrkur og við förum að hugsa ljós og við förum að tala ljós. Amen. Vísvitandi og af ásetningi. Þannig hreinsum við okkar innri mann. Og í Matteusar Guðspjalli 23. kafla þar ávítar Jesús fariseana og farisearnir voru svona háttsettir valdamiklir prestar af gyðingaættum og hann segir: Vei yður fræðimenn og farisear hræsnarar, þér hreinsið bikarinn og diskinn að utan en innan eru þeir fullir yfirgangs og óhófs. Hann er að vísa í þetta. Svo segir Jesús: blindi fariseu, hreinsaðu bikarinn fyrst að innan svo að hann verði líka hreinn að utan. Svo segir hann Vei yfir fræðimenn og farisear hræsnarar, þér líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar að utan en innan eru fullar af dauðra mannabeinum og allskyns óþverra. Þetta er rosa sterkt og það er verið að vísa í þetta, að þeir voru að leggja alla áherslu á að vera fínir og flottir, klæðast fínt, þeir voru ríkir og voru með alls konar íburð sem að tengdust sjálfum sér, en innra með þeim voru þeir í rauninni ekki að fylgja lögmáli Guðs, þeir voru að leggja alls konar á aðra sem að þeir fóru ekki sjálfir eftir og Guð sá hjarta þeirra. Og það sem Jesús var að kenna þarna líka, þegar þú hreinsar þig innanfrá, þá hreinsastu sjálfkrafa utanfrá líka. Af því að lífið kemur úr hjartanu, lífið kemur innanfrá og þegar þú ert að breyta einhverju og þú gerir breytingun í hjartanuðinu, þá verður hún sjálfkrafa í ytri aðstæðum. Og það skiptir ekki máli á hvaða sviða hvort sem það er heilsaðin, líkaminn þinn, fjölskyldan þín, vinnan þín, heimilið. Þannig virkar það. Þannig að í staðan sem vera að rembast eins og rjúpa með staurinn að breyta einhverju í okkar ytri aðstæðum eða breyta hegðun, þá förum við í hjartað og við breytum því sem við trúum, hugsum og segjum og þá breytist hitt sjálfkrafa. Er það að fylgja mér? Já. Amen. Amen. Þannig að í Biblíunni þá sjáum við að oft stærsta hindrunin fyrir þessa hreinsun og fyrir heilaleika, það er skurðgoðadýrkun og hjáguðadýrkun nútímans. Og skurðgoð og hjáguður er allt það sem að við gefum hlutverk eða tilgang í okkar lífi sem að Guð á aðeins að hafa. Og við ætlum ekki að fara djúpt í þetta núna, við höfum talað þetta mikið áður. Ef þið hafi áhuga að fræðast meira þetta, þá bendi ég á vefþætti Frelsiskirkjunnar á Spotify og YouTube. Við höfum mjög ítarlega fjallað þetta.
En ég ætla að taka nokkuð dæmi matur þegar við leitum í mat sem huggunar í stað þess að leita til Jesú Krist sem huggarinn, þegar að ótti við menn eða ótti við álit annara fer að stýra okkur meira heldur en það sem að Guð vill. Heilsan eða vinnan, þegar við trúum því að öryggi okkar byggja á því hversu mikið pening við eigum inn í banka eða á vinnun okkar eða líkamlegu atgervi í stað þess að treysta á Jesú Krist sjálfan. Amen. Amen. Og í Esekiel 14:3 segir Guð, þessi menn hafa sett skurðgoð sín ofar öðru í hjarta sér og það hefur orðið þeim til hrösunar. Það verður okkur til hrösunar þegar við erum að taka hluti úr heiminum og tilbiðja það af því að það á að gefa okkur eitthvað sem Guð einn á að gefa okkur. Hvort sem það friður, ást, lækning, frelsi, vinátta, það skiptir ekki máli hvað það er. Guð vill gefa okkur allt þetta oft í gegnum annað fólk, vinnun okkar, kerfi og svo framvegis, en uppsprettan alltaf Guð. Amen. Þannig að þegar við erum með skurðgoða hjá Guð í hjartanu þá lokum við fyrir kraft Guðs og kraft heilags anda á þessu tiltekna svið. Þannig að ef að matur, sem eitt stærsta skurðgoði í heiminum í hinu vestræna heim í dag og ástæðan fyrir því að fólk borða stundum allt og mikið, ef að matur á að vera huggarinn okkar eða vinurinn okkar eða læknirinn okkar, þá lokum við fyrir það að heilagur andi sé vinurinn okkar, huggunin okkar, læknirinn okkar eða fylgja mér. Og þá getur heilagur andi ekki starfað innan með okkur á þessu tiltekna sviði. Af því að Guð hefur gefið okkur frjálsan vilja. Guð ryðst ekki inn á neitt. Við þurfum að velja hann. Amen. Þannig að hvernig hreinsum við hjartað? Og við ætlum að gera það í hugleyslubæninu á eftir, alveg massíft með Guði. Og í fyrra Jóhannesarbréfi 3. kafla 3. versi segir: hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfan sig eins og Kristur hreinn. Hann þetta boð að við hreinsum okkur sjálf og verðum eins og Kristur sem er hreinn. Og við þurfum líka að koma fram fyrir Guð í auðmýkt og gefast upp fyrir honum. Hætta að rembast og hamast og reyna í eigin mætti og eigin styrk fyrir okkar eigin kraft að verða það sem við trúum að við eigum að vera. Ég var svo lengi stödd þarna að hamast og hamast þar til ég sagði, ok, ég get ekki. Ég er búin að reyna að breyta þessu. Ég er búin að reyna að fá frelsi frá þessu. Ég er búin að reyna að gera þetta. Þegar við komum í auðmýkt og uppgjöf til Guðs og við gefum þetta upp til hans og segjum, fyrirgefðu, ég get þetta ekki sjálfur. Ég afhendi þér þetta. Amen. Þá opnum við fyrir kraft heilags anda til að flæða inn í hjart okkar og lækna og leysa. Og að vinna með Guði í að skoða hjartað getur verið eins einfalt og að setjast upp í rúm, fara með bæn og segja, Guð, ég vil ekki vera með nein skurg og enga hjáku og enga vantrú í hjartanu mínu og nú langar mér til þess að vinna með þér í að hreinsa þetta út. Viltu sýna mér hvað það sem í hjarta mínu sem að þarf að fara sem ekki frá þér? Guð, hann mun sýna þér það. Þú munt sjá það. Það getur verið að þú þurfur að gera það nokkur sinnum eða æfa það smá, en það mun gerast. Og þegar við sjáum það, að þá fyrirgefum þessu og við afhendum þetta til hans. Við afhendum þetta alltaf til hans. Við ætlum ekki að halda hérna á þessu og gera eitthvað með þetta. Þú veist, Guð veit. Og hann tekur þetta frá okkur. Og það fyrirgefa þýðir að fá frelsi frá. Það gríðarlega mikilvægt að hafa fyrirgefandi hjarta. Og bara lifa eftir þessa reglu, ég fyrirgef öllu og öllum alltaf strax. Ekki bíða með, gerða það bara strax. Það ertu búin að klára það, afhenda það síðan til Guðs. Guð réttlæti okkar. Þannig að, og það sem við gerum líka að við hertökum hugsanir okkar.
við vinnum með hugafarið og það getur verið stundum erfitt að byrja fyrir þann sem er bara með brjálaða þvottavél í hausnum á sér allan daginn, þannig var ég, en ég byrjaði að taka 5 mínútur á dag, fyrst byrjaði að skrifa niður nýjar hugsanir, ef þið eru að stunda neikvætt sjálfsniðri, sjálfsásökun eða sjálfsfordæmingu, þá er það eitt versta hugafar sem til er. Það er svo skaðlegt, það er aldrei gagnlegt og það meiðir þig. Það heldur þig niðri og dregur þig ofan í eitthvað myrkur og svað. Ekki vera þar og það særir líka Guð. Af því að þú ert barnið hans og hann elskar þig og hann vill ekki að þú sért að meiða þig með þessum hætti. Þannig að ef að þú ert að taka eftir svona hugafari hjá þér, settu það efst á forgangslista að stoppa það og það sem við gerum í staðinn er jákvæð sjálfsuppbygging. Það segir í orðinu við að sigra illt með góðu. Þannig að við mókum út myrkrinu með því að skína ljósinu inn og það er jákvæða sjálfsuppbyggingin og það sem við gerum er að við skrifum niður lista yfir all okkar kosti. Ég er heilbrigð, ég er heilbrigður, ég er frjáls, ég er góð manneskja, ég er góð mamma, ég er góð pabbi, ég er góður afi, ég er góð amma, ég er góður í að prjóna, ég er góður í að veiða, ég er góður í íþróttum, bara hvað sem er. Við skrifum það niður, ég er, það heitir jákvæð sjálfsuppbygging og þegar við finnum niður yfir ásakanirnar, fordæminguna eða bara eitthvað svona bull sem kemur upp, maður er kannski bara í bónus og allt í henni kemur bara, hvað er þessi, þá maður kannski bara allt í henni fann að dæma eitthvað, þú veist, það bara poppa upp þessar hugsanir, að þá fyrirgefum þeim, við afhendum þessar hugsanir eru orka, þær eru ekki ekkert, við afhendum þær inn til Guðs og við hugsum vísvitanda ásetningi þessar heilbrigðu hugsanir sem við erum búin að skrifa niður, jákvæðu sjálfsuppbygginguna. Við gerum þetta aftur og aftur og aftur og aftur og það verður auðveldara og áður en við stað eru þessar jákvæðu heilbrigðu hugsanir orðnar hluti af þínu eðlilega, venjulega hugafari sem að sjálfvirka hugafari. Er að fylgja mér? Amen. Þetta er að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist, vitandi það hversu áhrifaríkar okkar eigin hugsanir eru. Og ef þið ykkur vantar meiri hjálp við þetta, þá er vefþáttur inn á YouTube og inn á Spotify sem heitir Krafthugsanir og heilbrigt hugafar. Þar fyrir við mjög djúpt bara í þennan anga, þannig ég hvet ykkur til þess að hlusta á hana, alveg frábær æfing í honum líka. Þannig að við hugsum hugsanir, ég kalli þetta krafthugsanir, eins og til dæmis ég er barn Guðs sköpuð eða skapaður í hans mynd. Ég er heilbrigður í Jesú nafni. Ég er falleg og góð í Jesú nafni, ég er fallegur og góður í Jesú nafni. Og þegar ég er að varðveita hjarta mitt með Guði, sem ég geri daglega, tek tíma daglega, þá fer ég bara inn í herbyggi, loka að mér upp í rúm og ég fer í huglustubæn, eins og huglustubænina sem við höfum verið að gera hérna í þessu starfi. Og ég fer kannski fyrst með litla bæn, þar sem ég býð bara Guð að koma og segi við hann mig langar að vinna í hjartanu mínu, viltu hjálpa mér að hreinsa eitthvað út ef það er eitthvað í hjartanu mínu sem að þarf að fara er ekki frá þér. Og síðan sit ég bara í hugleiðslu og ég bara tengi mig hérna við hjarta mitt og skoða hjarta mitt og þá gerist eitthvað. Ég fæ sýn, ég heyri eitthvað í Guði, það kemur eitthvað minningu upp, það gerist alltaf eitthvað. Og þegar við sjáum það, þá fyrirgefum við afhendum þetta til Guðs og biðjum hann að fylla hjarta okkar af sínu ljósi. Við þurfum alltaf að setja inn þetta heilbrigða góða þegar við mokum hinu út. Þannig að og þegar við biðjum, við þurfum ekki einu svona að fara í hugleiðslu til þess að gera þetta, við bara biðjum Guð að hjálpa okkur með þetta, að þá byrjar Guð að tala til okkar og stundum fáum við opinberun í gegnum hugleiðslu, það getur líka gerst að allt í einu erum við bara að fara að sofa, við erum ekkert að pæla í þessu og þá allt í einu bara búm, skynjum að Guð er að tala til okkar. Eða í draumi, Guð tala til okkar í gegnum drauma, eða þá bara allt í einu fyrir að taka eftir einhverju mynstri í umhverfinu okkar og við skynjum það bara í andanum okkar að Guð er að tala til okkar og opinbera fyrir okkur eitthvað sem er í hjartan okkar. Er það að fylgja mér?
Þannig að þegar við byrjum að tjúna okkur inn á þetta, þá verður þetta hluti af okkar daglega lífi. Þannig að, og þessi heilagi andi sem að við höfum innra með okkur, andinn okkar, hann fæddur af Guði og þessi heilagi andi sá andi sem að reisti Jesú upp frá dauðum, sem að skapaði alla veröldina, sem að skapaði jörðin og allt sem á jörðinni Þetta rosalegur kraftur. Það engin kraftur í veröldinni sem jafn öflugur eins og kraftur heilags anda og við höfum aðgang að þessum krafti. Og þessi krafti kemur meðal annars í gegnum trú og bið og það segir í Postulasögunni 1. kafla 8. versi en þér munu öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður. Og eitt af því sem mjög mikilvægt að við gefum okkur tíma til að kynnast heilagum anda. Heilagur andi persóna. Hann ekki bara einhver kraftur sem að feykist til og frá. Þú veist, hann persóna. Og hann Guð og hann vil þekkja okkur og hann vil kynnast okkur. Og þegar við gefum okkur tíma til þess að sitja upp í rúmi og tala við hann, kynnast honum, bíðum eftir honum, þá fara undur og stórmerki að gerast í okkar lífi. Stórkostlegir hlutir. Og það getur verið erfitt að bíða. Og það segir í Salmi 139, prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og í Jesaja 40:31 segir þeir sem vona á Drottinn, þeir sem bíða eftir Drottni, fá nýjan kraft og fljúga upp á vængjum sem ernir. Þeir þreytast ekki, þeir lýjast ekki. Og ég hvet ykkur og skora á ykkur að pröfa þetta. Segja bara, nú ætla ég að taka bara, vera ekki með neitt planað, ég ætla að fara upp í rúm og ég ætla að biðja heilagan anda að koma og vera í nærveru hans og ég ætla að bíða. Kannski tekur það 10 mínútur, kannski tekur það 30 mínútur, kannski tekur það 2 klukkutíma. Og það sem þið munu taka eftir þegar þið byrjið að bíða holdið. Að holdið byrjar að amast við þessu. Ég ætla að fara að fá mér að borða. Ég ætla að kíkja á símann. Ég ætla að fara að horfa á sjónvarpsþátt. Ég ætla að fara að tékka á þessu. Ég ætla að fara að kíkja á þvottinn. Ég ætla að fara að gera eitthvað annað. Og það svo mikilvægt að ekki láta undan holdinu. Ekki leyfa holdinu ráða, ekki hlusta á það, ekki taka upp símann, ekki standa upp og fara fram og fara að borða. Sittu bara og segja, ég hér fyrir þig, Guð. Amen. Og það sem að gerist þegar við afneitum holdinu að andinn eða Jesús innra með okkur stækkar. Og andinn okkar verður fyrir að vera meira og meira ráðandi í okkar lífi frekar en holdið. Og það að krossfesta holdið með ástyrjun þess og gindum. Deyja gagnvart sjálfinu, taka upp krossinn og fylgja Jesú. Fylgja honum. Segja minn tími með þér heilagur andi miklu mikilvægari heldur en minn tími með símanum mínum, með sjónvarpinu mínu, með matnum og öllu þessu sem að heimurinn hefur að bjóða. Og ég ekki að segja að það sé eitthvað að því að eiga síma eða vera með sjónvarp eða borða, alls ekki. Ég bara að segja að það á ekki að hafa vald yfir okkur eða taka tíma frá okkur með Guði. Hann faðir okkar, hann pabbi okkar og hann elskar að eiga tíma með okkur. Amen. Amen. Og mér langar að segja ykkur áður en við förum í hugleiðslu bænina, þar sem við ætlum að skoða hjarta okkar og bjóða heilugum anda að koma inn og gefa honum í rauninni algjört frelsi, að, eins og ég sagði í byrjun fundarins, við í frelsiskirkjunni trúum á kraftaverk Guðs. Við trúum á lækningu og lækningakraftaverk og tákn og undur. Og við vitum, og það þannig sem við þekkjum Guð og heilagan anda, hann kraftaverka Guð. Og ég var að lesa þessa bók hérna sem heitir God's Generals, sem eftir Robert Liardon. Og ég búin að vera að lesa magnaða lækninga, trúalækna og lækningapredikara sem hafa verið til í gegnum tíðina og kraftaverkin sem gerðust á þeirra samkomum. Og það voru engar venjulegar
samkomur og engin venjuleg kraftaverk sem að voru að gerast. Þetta var þannig að sko blindir fengu sýn, heyrnarlausir heyrðu, lamaðir stóðu upp og gengu, fólk sem hafði verið fatlað allt sitt líf var ekki lengur fatlað, ný líffæri uxu, nýir limir, útlimir og líkamannum uxu, fólk sem hafði kannski aldrei verið með augu, allt sitt líf fæddist án augna, allt í einu bara poppuð upp ný augu í augntóltunum. Ég að tala mjög stórkostleg, mögnuð kraftaverk sem samkvæmt öllu því sem að heimurinn hefur nokkuð tíma sagt okkur eru algjörlega ómöguleg. En eins og segir í Biblíunni, með Guði er allt hægt og þetta er það sem við trúum og þetta er það sem við í Frelsiskirkjunni erum að fara að sjá á næstu mánuðum og næstu missurum og ég veit að við viljum ekki missa því og Guð er búinn að sýna mér það og hann er búinn að tala þetta út og við erum byrjuð að sjá lækningar og það átti að vera miklu meira og miklu svona stórkostlegra og yfirnáttúrulega. Þannig að, amen, við ætlum að fara núna endilega kíkja á þessa bók, þetta er God's Generals og það er líka mjög magnaður predikari sem heitir Kathryn Kuhlman sem að var svona, hún er dáin núna en það voru mjög mögnuð kraftaverk sem heilagur andi vann í gegnum hana og hún talaði alltaf heilagan anda. Hann væri leyndarmáli að það væri hann og hans kraftur sem að var að gera þessi mögnuðu kraftaverk og það er uppörvandi að lesa þetta og kynna sér þetta því að það gefur manni meiri trú og Guð starfar í gegnum trú okkar. Þannig að nú ætlum við að taka svona kannski 15 mínútur í hugleiðslubæn og síðan ætlum við að vera með fyrirbænir í lok fundarins. Amen. Þá skulum við bara koma okkur þægilega fyrir. Þegar þú ert tilbúin þá máttu bara koma þér þægilega fyrir, draga djúpt inn andann og þegar þú blæst frá máttu bara loka augunum, leyfa þér að slaka á, leyfa þér að treysta Guði. Og ég legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir heilagur andi að þú ætlar að vinna þitt stórkostlega guðlega verk hér í kvöld. Og hugleiðslubænin virkar þannig að ég bara fer með svona bæn og þú getur endurtekið hana eftir mér, annarkvort upphátt eða bara í hljóði í hjartaniðinu og gert hana þannig að þinni. Góði Guð, kæri Jesús, ég kem frammi fyrir þig með iðrun í hjarta og ég iðrast allra þeirra skipta sem ég var ekki heils hugar við þig. Ég iðrast alla þeirra skipta sem ég tók eitthvað annað, eitthvað úr þessum heimi fram með þig, Jesús. Og ég þakka þér fyrir að þú fyrirgefur mér og þú hefur fyrirgefið öllum mínum syndum. Ég trúi því, Jesús, að þú sért almáttugur Guð. Ég trúi því að þú sért kraftaverka Guð. Og ég trúi því, heilagur andi, að þú gerir kraftaverka lækningar í mínu lífi og annarra. Og ég bið þig, Drottinn,
að hjálpa mér að varðveita hjarta mitt. Og ég opna hjarta mitt fyrir þér, heilagur andi. Og ég hleypi þér inn í hvern krók og kima. Og ég gef þér algjörlega frjálst leyfi til þess að vinna það verk sem þú vilt í mínu hjarta og í gegnum mig. Og ég bið þig að skapa í mér hreint hjarta. Hjarta sem heils hugar við þig, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að þú fyllir hjarta mitt af þínu ljósi, af þinni ást, af þínum friði, af þinni lækningu. Og ég gef þér hjarta mitt, Jesús. Blessunar yfirflæði fyllir hjarta mitt núna. Og ég hertek hverja hugsun til hlýðni við Krist. Í Jesú nafni hasta ég á allt myrkur sem hefur reynt að koma gegn hugarfarinu mínu og ég meðtek frið inn í hugsanir mínar. Og ég lýsi því yfir í Jesú nafni að hugsanir mínar eru fullar af friði, fyrirgefningu, heilbrigði, vellíðan og fullar af Jesú Kristi. Amen. Og ég bið þig, heilagur andi, að koma með kraftinn og flæða í gegnum hjarta mitt, þannig að allt sem er ekki frá þér hreinsast út núna. Og ég þakka þér fyrir að hjarta mitt er fullt af þér, heilagur andi. Fylltu hjarta mitt. Fylltu hjarta mitt af þér, heilagur andi. Því góða, því fagra, því guðlega.
Nú kem ég fram fyrir þig, Drottinn, og ég bið að opinbera fyrir mér og sýna mér ef það er eitthvað í mínu hjarta sem er ekki frá þér, eitthvað skurgoð og einhver hjákvuð eða eitthvað annað sem þarf að fara út og bið að sýna mér það núna. Og hvað sem að Guð kann að sýna þér núna, þá legg ég hendinni yfir hjartað og segi í Jesú nafni læknastu. Og þetta er farið fyrir fullt og allt. Og Guð er búinn að setja stórkostlega blessun inn í hjartað núna í staðinn. Núna ætlum við að gera bara litla þakklætisæfingu með Guði og ég ætla að biðja hvern og einn sem er að hlusta að bara telja upp í huganum og hjarta sínu allt sem að þú ert þakklátt eða þakklátti fyrir og þakka Guði fyrir. Þá myndir til dæmis segja í hjartanu bara takk Jesús fyrir börnin mín, takk Jesús fyrir vinnuna mína, takk Jesús fyrir að það er hreint vatn í krananum. Takk Jesús fyrir allsnægtirnar, bara telja upp í huganum núna, við ætlum að gera þetta í svona 1 mínútu og fylla þannig hjarta okkar af stórkostlu þakklæti Guðs. Og það má líka vera eitthvað sem að þú hefur verið að bíða eftir, eitthvað sem þú væntir. Og það er svo magnað að finna hvernig þegar maður hugsa svona þakklætishugsanir, þá finnur maður hvernig hjarta fyllist af þakklæti. Og því þakklátara sem við erum, því meira getur Guð gefið okkur. Af því að þakklæti er kraftur sem að Guð nota til þess að blessa okkur. Ríkulega. Og þá ætlum við bara núna að taka örstutta stund þar sem við ætlum bara að sitja í nærveru heilags anda. Við segjum heilagur andi, ég elska þig, ég vil þekkja þig betur, ég vil eyða tíma með þér heilagur andi og ég býð þig velkomin í mitt líf.